góðir áhorfendur, hjartanlega velkomin hér í úrslitakeppni VÍS bikarsins, keppni yngri flokka. Og við erum hér að hefja annan leik dagsins. Þar eru Fjölnir og KR að fara að takast á í unglingaflokki. Og leiklýsanda með okkur, Sævald Bjarnason. Velkomin Sævaldur. Já, takk fyrir. Gaman að fá að vera hérna með ykkur í frábæru umgjörð. Þetta fer vel af stað. Voru flotti leikir í meistaraflokkunum og frábær leikur í stúlknaflokki rétt á hann sem og það er greinilega bara mikið líf í körfuboltanum sem er bara frábært. Já, bara æðislegt. Ég meina, við sáum fullt af fólki sem kom og fylgdist með hérna stelpuleiknum áðan og við hefum ekki vonu öðru hérna á föstudagskvöldi heldur en að fólk gerir sem ferði í smáran eða hlusta á okkur. Já, nákvæmlega. Við skulum bara... Tveir frábæri kostir. Já, valkostirnir eru alltaf frábæri. Herðu, við ætlum að byrja á því að fara bara yfir svona umgjörð leiksins. Hér eru dómarar og eftirlitsmaður. Rúnar Birgir Gíslason er eftirlitsmaður leiksins fyrir án Körfuboltasambandsins. Og dómarar leiksins eru þeir Kristinn Óskarsson, Friðrik Árnason og Jakob Árni Ísleifsson. Nú, við skulum bara byrja á því að fara yfir liðin og liðin eru þannig að liðsmaður byrjum bara á Fjölni. Liðsmaður nr. 1, Fannar Elí Hafþórsson, nr. 3, Daniel Ágúst Halldórsson, nr. 4, Sófus Máni Bender, nr. 6, fyrirliði Fjölnis, Ólafur Ingi Styrmisson, nr. 7, Brynjar Kári Gunnarsson, nr. 8, Karl Ísak Birgisson, nr. 11, Hrafn Þóraldsson, nr. 12, Bjartmar Þór Unnarsson, nr. 13, Hilmir Árnason Arnarsson, nr. 19, Guðmundur Aron Jóhannesson, nr. 20, Elvar Máni Símonarson og að lokum leikmaður nr. 30, Ísak Örn Baldursson. Þjálfari Fjölnis er sjálfsögðu Baldur Már Stefánsson, góður drengur, okkar maður. Já, hann þjálfaði nú í Garðabænum í nokkur ár. Já, og hér er hann með Mirza Sara Lilja sem sinn annan mann. Hann þekkir nú ágætlega til í Garðabænum sjálfur. Já, blómstraði þar og svo ferðalega í Skagafjörðinn. En við skulum nú taka unglingaflokk KR. Þar er liðsmaður nr. 0, Hjörtur Kristjánsson, nr. 1, Hallgrímur Árni Þrastarsson, nr. 2, Almar Orri Atlason, nr. 4, Sævar Þór Þórisson, nr. 5, Daniel Snær Þórðarsson, nr. 6 er Tristan Ari Bang Margeirsson, nr. 8, Alexander Óðinn Knudsen, nr. 10, Þorvaldur Orri Arnarsson, nr. 12, fyrirliði KR-inga, Veigar Már Helgason, nr. 19, Guðni Páll Jóelsson, nr. 22, Daniel Spanó Stefánsson, og að lokum leikmaður nr. 24, Veigar Áki Lindsson. Þjálfari KR-inga er engin annar en Jakob Örn Sigurðarsson og hann er með held ég alla syni sína hérna á bekknum. Já, þeir eru bara að taka virka þátt í uppbytuninni hérna strákarnir. Og eru sjálfur bara segjum að þau séu assistant coaches. Já, og eru klárlega tilbúinir ef að kalli kemur frá gamla. Já. Það er áhugavert að segja frá því til dæmis að þessi lið hérna, bæði Fjölnir og KR-liði, þau eru hérna leikmennir í báðum þessum liðum unglingaflokkum. Þetta er að mestu leyti meistaraflokkar félagana. Þeir eru að frádregnum erlendu leikmennum hvors liðs. Það er auðvitað svakal gott tíðindi. Það er í rauninni í Fjölnisliðinu að Rafn, hann er í rauninni genginn upp úr unglingaflokki. Annars eru bara strákar hér í unglingaflokknum sem hafa spilað í meistaraflokksliði Fjölnis í vetur. Og sama má segja KR-ingana, svona algæjarnir hérna sem er að spila eins og Þorri og Veigar og Almar og Alexander. Þetta eru allt strákar sem eru að spila mínútur í KR-liðinu í úrvalsdeild. Já, og bera í raun og veru þessi lið uppi. Já, og þessi tvö lið hérna, ég meina, það er bara frábært að sjá að þetta verður held ég hörku leikur. Fjölnismenn unnu síðasta leik sem þessi lið spili í deildinni á Bösser. Já, þú meinar. Og KR-ingar unnu fyrirleikinn fyrir áramót, þannig að þetta er... Þú verður vonandi bara hraður leikur eins og á að vera í unglingaflokki. Já, og reynslan er oft svo að þetta er svona svolítið eins og college-boltinn, að þetta er passion í þessu. Hérna eru bara menn virkilega að leggja sig fram og gæðin er oft eitthvað góð í þessu leikum. Viltu henda á það? Erum við að fara í 100? Já, ég held það. Já, það sé alveg klárt mál. Fjölnismennirnir, Halldór Karl hefur verið að þjálfa þá og Baldur er aðstoðarþjálfari í honum í meistaraflokknum, þannig að Dóri hefur verið að spila hraðan bolta og vilja skjóta mikið og
Og já, ég þekki nú nokkra hérna úr átjánarlandsliðinu, þeim leiðist nú ekkert að skjóta káningunum heldur, þannig að við spáum því, þetta verður hátt í 100 að minnsta. Verður hátt í 100. Það er líka bara gaman, er fólki fara að mæta í húsið, þannig að þetta verður bara vonandi fjölmennt og skemmtilegt. Númer 12, Hjörtur Kristjánsson. Númer 1, Hallgrímur Árni Þrastarsson. Númer 2, Almar Orri Atlason. Númer 4, Sævar Þór Þórisson. Númer 5, Að lokinni liðskynningu þá förum við í þjóðsveikin. Númer 6, Tristan Ari Van Margersson. Númer 8, Alexander Óðun Knudsen. Númer 10, Þorvaldur Orri Árnason. Númer 12, Veigar Már Helgason. Númer 19, Guðmundur Páll Jóhannsson. Númer 22, Daniel Spanó Stefansson. Númer 24, Veigar Árni Lindsson. Númer 20 Jakob Örn Sigurðarsson. Við ætlum að hlýða þjóðsöng Íslands, þannig ég bið alla að taka í svo sætum og Já, það er svo hátíðlegt að komast aðeins í þjóðsöngin. Þú tókst nú vel undir hann, það er úti í góðri æfingu, þú fær fullt að leikjum hérna til þess að syngja með helgina. Já, nákvæmlega, maður bara að koma sér inn í textan. Já. Við erum búin að hafa nokkur ári að koma þér inn í hann. Ég hef séð það á nokkur leikjum í gegnum tíðina. Já. En þetta verður mjög, held ég, áhugaverður leikur. Bæði eins og ég segi, Fjölnismennirnir unnu á flautukörfu í síðasta, þegar liðið mættust í deildinni fyrir bara stuttu síðan. En síðan unnu KR-ingar þá í Vesturbænum í upphæðu tímabils. Þannig að bæði lið eru búin að splitta eitt sigur hvort. Það er líka held ég mjög áhugavert eins og með þennan KR-hóp að þetta eru ungumennirnir núna í meistaraflokknum svona sem basinn í KR. Og þannig að þetta er bara framtíðarhópurinn og samaskapi Fjölnismegin þetta eru mjög flottir íþróttamenn þessi drengir. Já, og Fjölnisliðið hérna, í rauninni í báðum liðum eru mjög margir leikmenn sem hafa verið spila fyrir yngri landslið Íslands eða einmitt komist á það stig og eins og Fjölnisliðið í fyrstdeildinni er bara miðað við hversu margir erlendi leikmenn eru í fyrstdeildinni í dag að bara Fjölnisliðið er bara að gera frábærlega. Hún er að koma sér í úrslitakeppnina, skilja þar fyrir neðan sig vantarlega Selfoss. Já, passar. Þeir eru fjórðaliðinn í fyrstu. Já, þannig að þeir eru af svona öllu líkindum, ég held að sé ykkur 1 eða 2 leikir eftir í deildakeppni, en þeir eru held í öruggir. Já, það er alveg klárt. Það eru fyrstu, auðvitað annað og upp í 5. sæti. Já, 2-5, þannig að þeir fá vantarlega hattarmenn í fyrstu umferð í úrslitakeppni í fyrstdeildinni. Og Mirza er sá eini sem er með þeim útlendingur í þeirra hóp? Nei, þeir eru enda líka með erlenda leikmann, hann er búinn að vera meiddur og fékk eitthvað að högga á eins og að ég held að hafi sín eða eitthvað í þumalputtunum rifnaði eða slitnaði en hann fór sérst í aðgerð og hefur verið að koma tilbaka. Hann spilaði þar síðasta leikkeppni. Ok, þannig að það er svona... Þeir eru með við bara mjög unga og spennandi leikmenn hérna, þannig að bæði liði, ég meina á, þú veist, eins og með KR-ingarna, þeir sem fylgjast með úrvalsdeildinni, þeir sjá það að Þorri búinn að vera að spila frábærlega og Veigar núna síðustu 2 leiki í úrvalsdeildinni, bæði á móti Stjörnunni og Keflavík. Já. Nei, fyrirgefðu Njarðvík, það er náttúrulega pökkuðu Njarðvík saman hérna í síðustu umferð í úrvalsdeildinni. Og
Og þar var auðvitað, ég held að allir hefði skorað í KR liðinu í þeim leik, sko. Og í sjálfu sér eins og eitt að allir skorið en annað bara bæði Þorri og Veigar eru bara að skila mikilvægum mínútum. Já. Bara í, eins og maður myndi segja, bara crunch time mínútum. Já. Þannig að þetta er svona framtíðin og allir sem að, ekki það að við nennum að fara í þær umræðu, en allir sem eru spenntir fyrir 4+1 eða hvaða vitleysu sem að menn alltaf tala þá er þetta eins og það er ungir íslenski leikmenn sem eru virkilega að fá tækifæri. Og unglingaflokkur er að mínum að þetta er oft mjög skemmtilegir og spennandi leikir. Já, sérstaklega kannski vegna þess að þar eru þetta kannski byrjunarlínurnar í liðunum fattar að takast á líka í efstu deildar þáttökunni eins og hér fyrsta deild, hérna úrvalsdeild, sko. Þannig að það er engin spurning og Koppi er komið hérna með byrjunarlínuna. Hérna sjáum við Alexander nr. 8, Alexander Knudsen og Veigar hérna nr. 24, Veigar Áki. Já, sko, Koppi er að byrja Almarinni, Tristan, Alexander, Þorvaldur og Veigar. Já. Og Fjölnismegin er Fannar Eli, Daniel Ágúst, Ólafur Ingi, Karl Ísak og Ísak Örn. Já, Ólafur Ingi hefur verið, og Daniel er að vera að spila virkilega svona kannski flestar mínúturnar í meistaraflokksliðunum hjá Fjölni núna en Karl Ísak hefur verið líka mjög öflugur. Já. Flott skytta. Þeir eru auðvitað svona að fara af stað. Staðan er 0-0. Já. Það er heppilegt, það er ágætt að hún ekki komin eitthvað meira en það. Svona áður en leikurinn hefst. Við sjáum það, Ólafur fer í dómarakasti með Almari í KR. Já. Þessi strákar voru mitt í 18. landsliðinu sem var í Norðurlandamótinu inn í sumar, eða síðasta sumar, fengum Norðurlandamót þar. Við sjáum við Þorri hérna með 10. Ókostur við þessa fallegu KR-búninga, maður sér ekki alltaf númerinn framan á leikmönnum. Það er erfitt að sjá gull á svarthvítu. Já, við sjáum Alexander. Það er bara, hér er Örnin unnin fallega niður. Já, hérna Almari með fyrsta skoti og setur fyrsta körun ofan í. Almari mitt spilaði var hjá Stella á Ítalíu. Já, ok. Hann var í hérna, í svona, já, akademi hjá þeim. Já, kanti þar. Já, hann bjó úti og bara var þar í heila vetur og gerði bara, bætti sig mikið sem leikmaður. Við sjáum Daniel skoraði fyrstu körfu Fjölnismanna, nr. 3 hérna. Alexander setur kissið þennan að spjaldinu. Það er stutt í leikurinn. Já, þetta er eins og í golfinu, þarf ekki að vera góður í bæði dræfinu og stuttaleiknum. Sjáum að Fannar hérna með fyrsta skoti, þriggjastags skot fyrir Fjölnismenn. Fannar Eli Hafþórsson. Fyrir nokkrum árum þá setti hann 4-point play til þess að vinna hérna leik í drengjaflokki. Þá skoraði hann eitt frá miðju og vinnur leikinn hérna. Það var rosalegasta endir á leik sem hefur sést í langan tíma. Var ekki hérna, ég held að vanti hérna, ok, komið í húsið. Nú sjáum við að fyrsta villan, Tristan fær fyrstu villuna. Karl Ísak á vítalínunni. Vítalínu, hann setur þetta. Þetta er fyrsta víti. Þetta er bara á hann í. Þetta er steinleikur. Þannig hérna 6-2. Sjáum að Fjölnismenni pressa að reyna að setja smá pressu á káringana til þess að reyna að koma þeim í smá vandræði. Mæta þeim hérna framalega. Almar er nú töluverið hæð yfir. Þetta var beautiful stroka. Almar er frábær skotmaður og ég meina hann hefur verið hann er alveg geggjað með svona mjúkt skot þannig að það verður spennandi að sjá svona hvernig hann tekst að svona. Var þetta tvistur? Já, þetta hefur verið tvistur. Þorvaldur var með flotta körfu þarna. 10-6 svona, þetta fer nú fjöllega stað. Ég held að við náum nú alveg 80 eða 90, hátt í 90 stígin hérna ef þetta heldur þessu tempói. Munurinn á þessum leik og leiknum áðan með stelpunum eru þetta
maður sér það hér eru einstaklingarnir miklu rútineri heldur en áðan voru taugar bara langt inn í leikinn, sko. Og það var svona, það sást líka eins og kvennaleiknum aðeins sem var að fylgjast með honum að þar byrjaði Fjölnir rosalega sterkt, 28-11 held ég eitthvað. Og Stjarnan svarar 28-10 og leiðir með einu í hálfleik þar. Sem að Daniel með flotta sendingu, tapaði boltanum. Almar með annan þrist. Karl Ísak nær þessu frákasti. Sjáum að Almar með töluvera hæð á Ísak sem að dekka hann, þannig að káringarnir gæti nýtt sér það þegar líður á leikinn að gera árásir á hann. Fannar gerði þetta frábærlega. Það var frábært. Flott hreyfing hjá honum. Og óhrættir bara að fara að körfunni. Sjáum að Fjölnismennir eru eins og staðan núna allavega á þorra að skipta á boltahindrunum. Já. Þannig að svo ertu líka komin í það hérna eins og í úlingaflokkum. Það er mikla svona pælingar í þessu. Óli gerir þetta frábærlega. Það er mikla pælingar hvernig menn ætla að dekka boltaskrín og gera árásir á þá. Þannig að það verður einmitt áhugavert að sjá hvort að Fjölnisliðið ætlar að skipta á öllu skrínum eða hvað. Og frábær hreyfing hérna. Það fer nú fjöllega stað hérna, Steini, 10-12 og bara... Já, það er nú hérna... Það eru fjórir Fjölnismenn sem eru búin að skora strax og hérna tveir káringar. Sýnist mér. Við erum... Daniel sótti þessa villu hérna á Þorra. Þorri að fá sína fyrstu villu, Þorvaldur. Við erum að upplifa hérna pínulítið högt, biðja áhorfendur afsökunar á því að hérna er eitthvað að stríða okkur sambandi hér út úr húsinu, lagum það á morgun. En vona að leikurinn renni bara. Daniel Ágúst misti fyrsta vítið. Seinna fer beina leið eins og hann á að gera. Menn verða að nýta vítin sín í sérstaklega í svona close leikjum ef þetta lítur. Frábær sending hérna hjá Alexander. Tristan kláraði þetta mjög vel. En þetta er ekki leikur hérna stóru varna. Nei. Það er þannig, eins og við vorum að tala um, mönnum leiðist nú kannski ekkert að skjóta boltanum, en það er líka meira gaman að vera í sóknsteini. Ja, algjörlega. Og þeim Þetta eru bara ungi menn á uppleið sem þeim er betri. Já, það er nú heila máli. Ungi menn á uppleið sem finnst bara gaman að skjóta og setja góðan bolta. Hérna, fín vörn, en svona klaufaleg sending í lokin. Við sjáum hérna, Fannar væntanlega í þrist. Bom! Flott skot hjá honum, kemur jafna leikinn. 14-14. Sjáum við, fyrsta skipting á káringum. Hjörtur Kristjánsson, bróðir Bjössa Kristján sem hefur gert garðinfræðan fyrir meistaraflokkin í KR í mörg ár. Já. Átt ansi mörg stór skot hér og þar. Hann kemur hérna með fyrsta skipting og Tristan Ari skipti við Hjört. Rétt rúma 4,5 mínúta búin hérna þessu leik. 14-14, þetta fer mjög fjöllega stað. Við sjáum að Daniel er hérna með boltan og þeir eru með svokallega svona stagger skrín í burtu frá boltanum. Þeir eru að opna fyrir skotmenn. Fannar tekur sóknarfrákasti. Og stuttur honi. Tekur sóknarfrákasti og setur hann. Kemur Fjölnismenn í fyrsta skipti yfir. Fannar er komið 7 stig. Fyrstu 7 stigin hérna fyrir Fjölnismenn. Þannig að hann er Hjörtur með skot. Ef hann er eins og bróðið sinn sem hann er, þá er hann hörkuskytta. Og það er góð hreyfing. Já, beið hann af sér bara. Það var Ísak Örn gerði þetta vel. Ísak Örn er úr Hólminum. Sonur hans Baldirs sem er að þjálfa meistaraflokk kvenna og hefur verið svona þegar að verið. Hann er búinn að vera í Fjölni núna í nokkur ár eftir að og Almar með þrist. Almar Orri byrjar þetta virkilega vel. Sjáum, Karl Ísak, hann gerir árás á Almar. Já, fær villu. Almar sýndist þetta að vera villanúmer 2 á Almar. Nei, fyrirgeðu, fyrsta villan á Almar, hann er númer 2.
Sama Káringarnir alltaf taka leiklið, þeir taka fyrsta leiklið, eru eftir 5 mínútur, eru 1 stig undir, 18-17. Já. Sjá. Aðeins kannski tölfræðina, þá erum við með eins og ég segi, Fannar er með 7 stig, Daniel er með 3, Ólafur Ingi með 4, Karl Ísak með 2 og Ísak Örn er með 2. Þannig að allir byrjunliðsmenn Fjölnisliðsins eru bara að setja boltan ofan í hringinn. Á móti kannski eins og Káringarnir hafa með Tristan er með 2, Alexander er með 2, Þorri er með 4 og Almar er með vantarlega þá 7. Þannig að þetta fer fjöllega af stað, engin spurning. Og þó hérna, við getum séð hérna svona einhverja statistík hér á skjánum úr leiknum. Það er þetta, sko, 2 stiga nýting Káringa alveg svakalega falleg. 87%, 85% Fjölnismanna í tvistum. Eins og þú sagðir í upphafi, menn eru ekkert harðir í vörninni til að byrja með mestu kosti. 90% skotnýting við myndum alveg þykja það á hverjum degi. Já, en þetta á nú eftir að jafnast niður þegar menn svona byrja að mæta andstæðingum sínum. Já, þetta verður svona, þú veist, liðin eru svona svolítið að þreifa á sér og hvað þau komast með og hvernig svona varnir andstæðingarna verða. Þannig að við sjáum svona hvort að menn á ekki aðeins að við sjáum að Káringar skipta hérna á þessum hindrunum og Fannar heldur áfram. Já, hann setur ofan í, komin í 10 stig. Fannar. Bikar Fannar, eins og ég segi, hann gerði hérna ansi vel fyrir nokkrum árum með frábæri körfu og kemur Fjölnismönnum 4 stigum yfir. Þannig sjáum við Þorri hérna fær. Já, og Hjörtur er með galoppi skot í horninu. Og það Það var frábær sending af Þorra, hann náði að draga þarna varnarmanninn hans Hjartar í sig og gaf hann bara galopinn í horninu. 21-20. 21-20. Ég held að ég sé alveg klárt, Steina, við erum að fara í H80 ef ekki 90 stig. Brynjar Kári er kominn inn á, strákur fæddur 2005, hefur líka verið að spila fyrir meistaralokin hjá Fjölni. Og frábær sending af Alexander og Þorri. Og brotið á honum, náður ekki að setja þetta ofan í. En Alexander gerði þarna góða árás á körfuna og náði svo að losa hann þarna beint á Þorra í opið layup, en hann náði því miður ekki að setja hann ofan í. Fyrsta villan á Brynjar. Við biðjumst afsökunar á því að statistíkinn hékk þarna inn á leikinn eitthvað lengur en eðlilegt væri. Og minnkum bara notkun á því. Það er jafnt, 21-21. Kemur Káringum yfir, 22-21. Daniel. Þorri hérna dekkar hann, Almar hérna er að dekka Ólaf. Voru saman í 18. landsliðinu eins og ég sagði á hann. Frábær hreyfingi Óla. Fær hérna snertinguna og næ svo að losa það yfir hann. Þetta var flott hreyfing. Og Veigar Áki fær ekki. Hann er svona sett tilbaka, Fjölnismenn eru fljótir. Þetta var ekki góð sending. Veigar Áki býður bara hinum meginn. Í fótbolta er þetta rangstæða, Steini. Já. Þetta var virkilega vel gert. Þetta voru auðvelt 2 stig. Laumast til þess að býða af sér eina sókn. Já. Það var yfirtala allavega á hinum. Það var yfirtala, það er rétt. Góð hreyfing hjá Daniel. Hann er ekki að setja ofan í. Þeir taka aftur. Flott sending. Það eru Káringarnir, eftir að Jakob tók leikli, það var komið virkilega sterkir. Þeir eru búin að komast í 3 stiga fórustu. Já, og svona settla þetta niður í þetta, sko. En virtu svona aðeins ná að róa sig, fannst manni. Þeir svona voru, eins og þú sagði, voru svona pínu æsingur í þeim hérna til að byrja með. Alexander, já, frábær vörn. Varnir kikka hérna inn, sko. Fjölnir er ekki að njóta góðs af varnarleiknum, sko. Og Hjörtur fara aftur, tekur sóknarfrákasti. Fjölnismenn verður náttúrulega verða að stíga út. Við erum að standa þetta. Ef þetta verður svona eins og hjá kvennaleiknum áðan, þá náði held ég Stjarnan 20 sóknarfrákastum á einhverjum tímapunkti, þannig að þá fá þeir alltaf 20 önnur færi til þess að skora. Þannig að þetta er eitthvað sem Fjölnir verður að passa. Og svo að þeir séu kannski aðeins lágvaxnari heldur en Káli, þá verða þeir að vera duglegir að stíga út. Það þýðir engan afstók á því. Þannig að Brynjar fer út úr stöðu. Alexander, já, þeir hafa svona smá hæð hérna á hann. Já, er þetta Karfa góð eða? Já, mér sýndist hann dæma þetta körfu, já. Hendi í það. Friðrik dæmir þetta, Karfa góð. Já, og eitt að auki.
flott hjá Þorra, hann skorar sinna 8. stig, getur sett 9. stigið á töfluna ef hann setur víti ofan í. Sáum við skiptingar og Sófus Máni Bender hérna númer 4. Sonur Jóns Bender. Jóns Bender? Okkur dómara á Móguls og stjórnarmanns KKÍ til margra ára. Það ekki alltaf gaman þegar menn eru kenndir við föður sinn? Já, það ekki. Svo sjáum við og hann eins leikmann númer 13 sem Hilmir Arnarsson. Hann var einmitt líka kominn inn á fyrir Fjölnisliðið. Þannig að þeir eru komnir á 8 menn núna. Fjölnir að spila núna 8. manninu sínum strax í fyrsta leikluta. Daniel með flottan þrist. Þetta var fallegt. Heldur þessu svona lífandi 28, en þú sér það Steini, við erum ennþá í fyrsta leikluta og 28-30. Já, við erum að nálgast 100 ef að og Almar með þrist. Almar bara þeir setur þrist maður. 33, þeir kannski líka bara kannast við sig hérna eins og Káringarnir. Ég meina Blikarnir í úrvalsdeildinni spila hérna mjög hratt og skjóta mikið, þannig að eru með þennan bolta bara allt skring, allir að skjóta. Það var beint á henn langt frá. Já, Hjörtur náði, hann var beint á henn langt frá, það hárrétt. En við sjáum, þeir eru líka bara, eins og maður myndi segja, Káringarnir dreifa sér vel á þryggjastæðlínurnar. Þannig að þegar þeir ná að gera árásir, þá eru þeir rosalega flinkir að finna opinn mann. Já. Það hefur nú ekkert verið að falla til. Ólafur Ingi var að fá fyrstu villuna sína þarna, þriðja liðsvilla KR og það er svona jafnt á með liðum. Þorri með risalangan hérna. Það er villa. Villa. Það er Hallgrímur Árni Þrastarsson sem var að koma inn í hjá Káringur. Það er 4. liðsvilla KR-inga. Já, hann er rétt rúma 30 sekúndur eftir. Þannig að spurning hvort að Fjölnismennir allir reyna að fá 2 sóknir á móti 1 hjá KR. Daniel gerir þetta virkilega vel og erfitt færi, en góð vörn þannig á Hirti. Almar nær honum, þannig að KR-ingarnir fá að minnsta kosti fast breyk hérna upp. Já, það er alveg pláss fyrir 1 eða 2 sóknir. Já, við sjáum að hérna, Veigar. Brynjar Kári er að dekka hann. Káringarnir, frábær vörn hjá Brynjari, stelur boltanum og setur hann ofan í, minkar þetta í 2 stig. Þeir fengu alltaf 2 sóknir á móti 1, en við sjáum, það verður erfitt, Almar með þrist. Það mátti hún ekki miklu muna. Nei, þarna eru við komin allavega með leiklutan, 30 stig, það eru sami afgangur 120 í leiknum. Já, þá fer þetta 120-126. Við skulum nú vona samt svona að þetta verði ekki eins og allstarleikur, en þannig að það sem að menn ekkert að hugsa vörnina. Nei. En Alexander náði hérna þetta frábæru stoppi og Hjörtur hérna þegar Daniel átti erfitt skot líka. En það er kannski áhugavert að sjá, ég menn eins og til dæmis Fannar er með 10 stig, með 4 af 5 í skotendingu og Daniel er með 6, Ólafur Ingi með 6, Karl Ísak, hann er með 2 stig, setti 2 víti þarna ofan í á hann. Og hjá Káringunum er Almar Orri með 10 og Þorvaldur er með 8. Þorri er líka með 3 stóðsendingar og Alexander Óðinn byrjar þetta virkilega vel með 2 stig en 5 stóðsendingar og 2 fráköst. Ef við horfum á liðin í heild sinni þá er mjög áhugavert að tveggjastiganýting KR-inga er í 84%, 11 ofan í að 13. Það er búin að missa 2 skot og við sjáum líka skotending kannski beggja liða. Þú sér það, þó svo að Fjölnismenni séu með 64% þá er í rauninni heildarnýting beggja liða vel yfir 60%. Fjölnismenn með 63 og KR-ingarnir með 61. 3 þristar svona ofan í hvoru megin, en hlutfall KR-inga í þriggjastigaskotum sínu verri, 30% á móti 60% hjá Fjölnismönnum. En Fjölnismenn er líka búin að taka, KR-ingar taka 5 fleiri, þeir taka 10 á móti 5 hjá Fjölnismönnum. En eins og ég segi, þetta fer svona fjöllegast að. Annar lið Fjölnismenn eru með 4 tapa á móti kannski 3 töpum hjá KR-ingum. Nú eru liðin búin að spjalla saman og við sáum að Daniel Spano, hann er hérna númer 22, hann er að koma inn á, er að dekka Daniel Ágúst. Og Sófus er hérna ennþá inni og þannig að Almar er núna að spila, er kannski eini stóri leikmaðurinn í KR-inu núna inn á. Já. Flotta varnir, flott vörn núna, það eru 7 sekúndur eftir skókunni. Þeir skipta, Hilmir er með skot í horninu.
Setur hann ekki ofan í, en Brynjar Kári virkilega duglegur þarna. Hann steig út af. Þetta var góð barátta þarna undir. Það var bara rosa duglegur í sóknarfrákostum. Káringarnir eru með 2 sóknarfrákost og Fjölnismennir eru með 1 núna eftir fyrsta leiklutan. Brynjar er að dekka hérna Veigar, náða svona, hvað segir maður segja, frábær hreyfing. Þetta var geggjað maður. Veigar gerði þetta vel, leið hann komst fram hjá Brynjari sem þetta stel honum á henni og bara hafði hann beina línu inn í miðuna og Óli hérna tók bara flugið. Hilmir með skot í horninu. Já, fristur inn með bara. 33. Þetta er fjörlegt Steini. Þetta er geðveikt. Og við sjáum líka bara fullt af fólki sem er í stúkunni, þannig að þetta bara fer vel af stað. Bikarhelgin og frábær hreyfing hérna. Og við erum komið 230 áhorfendur hér í streymið núna. Náðu nú 500 í stelpunum áðan. Já. Þannig að við skulum... Erum við ekki bara ennþá að byrja? Þetta er bara að leggja af stað. Þannig að við heldur áfram að peppa og erum við komin í vonandi svipaða tölu. Ég held það. Ert þú að trekkja svona vel að Steini? Nei, það er nú aðalega held ég fegurðin í húsinu. Það sem að gerist hér á völlunum. En það er áhugavert að segja fyrir því, ja. Fjölnisliðið er núna með bæði stúlknaflokk og svo úlingaflokk kalla í úrslitum hérna. Já. Og Stjarnan er auðvitað með frábær sending hérna, Hilmir, Brynjar. Þessi tveir eru búin að spila saman upp alla yngreflokkana, báðir fæddir 2005. Þeir voru bara eins og síðans tvíburar hérna saman. Já, það hafa verið virkilega svona flotti strákar sem eiga framtíðina fyrir sér í þessu. Opposlega vinnusamir. Daniel Spano með þetta skot. Ólafur Ingi með frákasti, kemst á ferðina. Þetta var nú vel gert. Þá er deflektar út af. Hallgrímur Árni gerði þetta virkilega vel, hann hafði svona aðeins að deflekta þetta. Sjá að Alexander kemur aftur inn á og skiptir við Hjört. Og já, Brynjar tekur þarna. Brynjar tekur hann yngasti. Daniel Ágúst fær hann. Kemur sem svona boltahindrun og Hilmir kemur svo beint af aftur. Þarna var Veigar hoppaði beint upp úr stöðinni. Sófus með sóknarfrákast. Brynjar gerir árás. Frábær hreyfing. Kemur Fjölnismenni með einu stíð yfir. 37-36. Sérðu það. Báðum liðum leiðist ekkert að gera árás á körfuna. Nei, hann skipt hendið þarna þegar hann fór að sko. Þetta var drullu flott. Það var mjög flott. Alexander gerir þarna góða árás. Og sérðu leið og hann gerir árás þá náður að losa boltan út þannig að næsti maður getur gert árás. Frábær hreyfing. Þetta er svona beautiful körfubolti sem maður myndi segja. Menn eru mikið svona inn út. Fjölnismenni vilja fá, sýnist mér, körfu góða því hann snerti í hringinn en þetta dómarnir séu nú ekki sammála því. Nei, þeir gefa bara 2 vítaskort þarna. Kristján Óskarsson lætur ekkert nappa sig þarna. Eins og maðurinn sagði, hann er eldri en 2 vetur í bransanum. Já, þetta er sko, þetta einkennir auðvitað bikarúrslit og vonandi hér í barnahópnu líka að það eru leiðasnertingar. Menn fá bara að spila boltan. Já. Og þessi bolti hérna, úlingaflokkur og drengja og stúlknaflokkur, þetta er bara hörku bolti og leikmenn eru góðir. Brynjar setur bæði vítin ofan í og kemur Fjölnir yfir. Fjölnir aftur einu yfir. Svona er þetta eins og við viljum hafa þetta. Þetta eru bara stál í stál. Og eftir því sem að lengist þá verður spennan meiri. Almar með flotta hreyfingu þarna. Þetta var tvistur verða ekki. Jó, Almar setti þarna bara virkilega, setti boltan í gólfið, Hilmir. Það er líka bara, Steini, hvað þeir eru fljótir fram. Þetta er bara 1-2 sendingar og menn eru bara komnir á þryggjastæða línuna hjá andstæðingnum alveg leið. Þannig að hér er ekkert í boði eitthvað að vera að slugsa í vörnina. Þeir eru ekkert að taka ákvarðanir. Sama Veigar Ági fær hérna smá bregg. Og Þorvaldur Orri kemur inn fyrir hann. Þorri var flottur hérna í fyrsta leikluta. Það með 8 stig, 3 stóðsendingar. Kemur og hérna hvíldur í þetta núna. Já. Sófus setur bæði ofan í. Sjáum Alexander hefur verið svona að spila leikstjórn. Þetta er frábær hreyfing. Þarna var hann óöpinn, Brynjar nær frákastinu og keyrir beint á Almar. Gerir þarna árás á hann, kannski verið ókosturinn hans Almars er að svona... Já, þarna naut hinn þess að vera hraðari sko. Hann hafði þarna yfirhöndin á hann á þetta, Alexander, já. Þetta var góð villa, Daniel var búinn að missa hann frá sér, þannig að...
Fáum við aftur skiptingu hjá Fjölnismönnum. Karl Ísak kemur inn á. Talandi feður hans, Birgir Guðmundsson, gamall landsliðsmaður í körfubolta og Keflvíkingur með meiru er faðir hans. Þannig að það eru miklar tengingar hérna við körfubolta fjölskylduna eins og maðurinn segir. Já. Ólafur Ingi með varnarfrákasti. Karl Ísak. Nær skotinu. Spano með frákasti. Frákastið og vittið það fallega þarna. Daniel Spano, hann heitir betra að hafa þetta rétt. Já. Þorvaldur, Almar setur hérna hindrun og Karl Ísak er að dekka hérna Þorvald og sjáum hvað hann verður opinn hérna í horninu Almar. Þessi step back, nær nú ekki skotinu, 5 sekúndur eftir á skóklunni, verður að fara að skjóta. Þetta hefði nú getað verið mögulega sóknarvilla hana, hann ítti aðeins á hann. Já, og svo þetta fór hann bara í hendurnar á honum hana. Já, Fjölnismennir eru aðeins konir með 3 stiga fórustu núna. Talandi svona sóknar þunga, þá eru 2, 4, 6, það eru 8 Fjölnismenn sem eru búin að setja stig á töfluna. Þannig að það er alltaf gott, sérstaklega í svona úrslitaleikjum, að ég meina Baldur er að spila og greina á mörgum. Hann er að rótera dýpra. Og þú veist að geta komið inn á og sett mark sitt á leikinn. Alexander með þrist sem hann nær ekki ofan í, Brynjar með enn eitt frákasti. Brynjar er verið að frákasta hérna sérstaklega vel í byrjun. Og leið og hann er maðan og Fannar með skot í horninu. Alexander með varnarfrákast. Það er hérna, já. Góð barátta með hjá mönnum hérna, já. Pressa bara hér á miðlínuna og boltinn út af. Já, Almar hérna var ekki alveg viss hvort að Þorvaldur ætlaði að halda áfram með hreyfinguna en Þorri stoppaði og þannig að þetta var tapaði bolti. Einungis 5. tapaði boltinn á KR-ingum. Hingað til í þessum leik, þannig að með við hraðan á leiknum hafa það nú frekar gott. Það er ekki að drepa þá. Þetta var geysilega fallegt. Frábærlega spilað. Komst þarna inn í miðuna og leið og það gerist, þá þarf hjálpin að koma. Góð sendingar í tegnum, það er nú með því fallegra sem það gerist. Já, það er ekki nokkuð spurning. Sjá, nú er aðeinsvarnir að reyna að trappa þá eða svona reyna að koma Þorra í smá vandræði, en maður gerir þetta, var erfitt. Og svo brýtur hann af sér svona á eftir. Þetta virkaði nú svona pyrringsláttur þarna, seinni villa númer 2 hjá honum. Þannig að það verið ósáttu við sjálfan sig, fór hann inn í kannski klaufalegt. Önnur á hann, þetta er nú allt í góð í. Já. Og fjórða liðsvilla KR-inga. Veigar Áki fekk nú ekki langa hvíld, hann er komin aftur inn á, skiptir núna við Daniel Spano. Nei, það eru 3 liðsvillar á hvort lið. Það var Óli, minnst nú eitthvað, hann var meitt sig, hann haltur hérna tilbaka. Þorri hérna, frábær sending. Wow. Virkilega gaman að sjá Steini þegar menn eru svona flinkir að dræfa körfunni og losa boltan á mannin sem er opinn vegna þess að hjálpinn kemur. Já, og fara í raun og veru 2 að sko. Og ég er bara alveg óhræddir bara, þú sér bara flæðið í þessu, menn eru bara að spila og... Wow! Brynjar kom með 14 stig. Brynjar er að koma að bekknum og kom með 14 stig, það er þvílíka innkoman hjá honum. Og frábært framlag. Þannig að sjáum að þeir eru komnir, 5 stigum. Fjölnismennir eru 5 stigum yfir. Sjáum Veigar, hann er með Þorri, hérna fær hann aftur. Brynjar er að dekka hann, sendur hann niður á Alexander, 3 sekúndur eftir á skóklunni. Þannig var Alexander óuppið með layupið sem hann náði. Hann átti það alveg inni að koma þessu hann í. Komst á í rauninni sterkara höndurinn sína. Kalli þetta með flottar hreyfingu. Það er klaufalegur með sendinguna samt. Það er rétt sleppið til. Sjáum að kemur leikmaður nummer 6, Tristan Ari. Komið með 4 stig í fyrsta leiklutanum. Hallgrímur Árni kemur út af fyrir hann. Fjölnismennir svona virðast svona kannski allavega hérna í öðru leikluta hafa svona náð aðeins að komast í svona að minnstakosti hérna 5 stiga fórustu á meðan svona sérðu þetta glæsileg sending og aftur fekk ekki vinalegt skopp þarna. Nei, hann var dauða frýr þegar hann fær þetta sko. Já. Sjáum við Alexander vill fá hindrun, gerir árás, en tekur ekki þryggjastæðskoti. Þetta er inn á Þorri hérna, Óli er að dekka hann, gerir þetta frábærlega. Fær snertinguna og gerir síðan í rauninni bara árás. Tekur kontaktinn bara og líkar það vel.
Og þú veist, og það nú annað sem að, þú veist, þessi strákar og stelpur eru að ná að taka snertinguna og bara klára færin sem þeir eru að fá. Sjá við að Ísak Baldursson, hann skiptir við Hilmir. Og Hjörtur, hann kemur hérna líka inn á og skiptir fyrir Almar. Nú eru KR-ingarnir ekki með neitt rosalega hávaxnaði lið. Þannig að þeirra hæstur hérna Þorri og Alexander. Það hafa báðir verið að spila svona bakvörðinn. Kalli stígur út fyrir með þriggjastiga skot. Nær sóknarfrákasturinn sjálfur. Brotið á honum. Það er ekki að setja hann ofan í. Báðir þjálfarar eru búin að nota 8 leikmenn í róteringunni núna. Og svona í fræðunum þá ertu svona, já, ef við skulum allavega orða þannig í úrvalsdeildinni eða svona í meistaraflokkunum, þá ertu ekkert endilega að fara mikið dýpra, kannski 8-9 í svona þessum stóru, svona þessum stærri leikjum. Þessi leikur er hins vegar mjög hraður, en nema bara þessi með gott útalt, þessi piltar, sko. Þá ættir að sjá hvernig það kemur í svona seinni hálfleik, en Karl Ísak setur bæði vítin ofan í. Það er ekki illa. Nei, kom með 4 stig. Koma skiptingar, Brynjar, búinn að spila hérna frábærlega með 14 stig. Og hún kemur Daniel inn á og Guðmundur Aron er þá 9. leikmaðurinn hjá Fjölnis að koma inn á hérna í fyrri hálfleik. Og hann er næstu búinn að tapa boltanum hérna. Við sjáum Veigar hérna, gerir árás, hann klítur að klára þetta, frábærlega gert. Þú sér bara hraðan á þessu kallum maður. Þeir eru bara verulega snöggir og varnarliðin þurfa bara að eiga fullt í fangi með að halda mennu fyrir fram að sig. Sjá, Veigar Áki fær hérna 2 víti. Klikkar á fyrra. Fjölnismennir fengu ekkert víti í fyrsta leikluta. Fyrirgeðu, fengu 4 víti í fyrsta leikluta. Fyrirgeðu. Og KR-ingarnir eru á sínu 5. og 7. vítum. Þannig að villurnar hafa nú ekkert verið að hrannast upp svo sem í sjálfum sér. Ef að Þorri er komið 3, það er nú ágefni fyrir KR-ingar. Frábærlega varið þarna, vel gert. Veigar nær hérna, gerir árás. Sækir, já það er ágefni fyrir KR-ingar ef að Þorri, núna þarf hann til að sitja út. Allavega fram í hálfleikinn. Já, fram í hálfleik og hérna, þeir vil alls ekki hann fá 4 villuna núna. Hann fær að hvíla núna, fær aðeins lengra hálfleiksbregg. Veigar setur fyrri víti ofan í. Inga munn í 3 stig. Og seinna fer sömu leið. 2 á millum. Rétt rúmar 3 mínútur eftir af fyrri hálfleik. Bæði liðir komin inn í skotrétt. Þannig að Karl Ísak frábær sending. Guðmundur náði nú ekki að klára þetta. Sendingin var beautiful. Já, virkilega. Og aftur eins og segir, gólsendingarnar, þær eru guldsígildi. Þarna gerir Ísak Baldursson bara virkilega vel. Nær að halda sér fyrir framann Veigar og fyrsti ruðningur leiksins. Nær þarna villa númer 2 á Veigar Áka og Fjölnismenn eiga boltan. Bónus á já, bæði lið komin í bónus sýnist mér. Já, bæði lið með 5 liðsvillur. Fannar, við sjáum Karl Ísak með þrist. Setur hann ekki ofan í. Hjörtur gerði þarna virkilega vel, náði svona að blaka boltanum inn á miðsvæðið þar sem að Alexander náði frákastinu. Já. Þannig að Hjörtur gerði bara frábærlega í þessu. Sáum að kemur þarna hindrun. Hjörtur með svona step back þrist. Nær sóknarfrákastinu. Sóknarfrákastin gæti bara orðið rosalega dýr í þessum leik. Þannig að fáum við 6 sekundur eftir og virkilega vel gert. Nei, óheppinn maður. Og sækir villu líka. KR-ingar eru búin að vera pínu óheppnir, ef maður getur sagt sem svo. Við erum á leiðinni yfir, þetta telst varnarveilla. Já, hann fær 2 víti. Hann er að fara í 2 víti þarna hinum einn. En Alexander er búin að fá núna 2 sniðskot þar sem hann er klikkað, rann upp og aftur og svo núna Hallgrímur. Þannig að þetta eru bara 6 stig, þetta getur bara verið rándýrt í lokin. Þarna eru við að sjá kannski svona einhvern mun verða. Guðmundur kemur inn á og setur marksett á leiki. 9. leikmaður Fjölnis til að setja stig á töfluna. Þannig að
allir sem hafa tekið þátt í leiknum hingað til hafa náð að skora. Já. Og það auðvitað fyrir kannski sína sterkustu hesta gott að svo kallar aukaleikarar að þeir setji svona taki pressunum svolítið af sterkustu köllunum. Já, bekkurinn skili einhverju hlutfalli. Já, maður vill alltaf að þetta sé eitthvað svona jafnvægi þarna á milli bekkarins og byrjunarliðsins hjá þér. Hjörtur náði nú að sækja þessa. Já, en það auðvitað geysilega mikilvægt auðvitað fyrir Fjölnismenn að bara verja körfuna. Já. Hleypa þeim ekki að og henda frekar í þá villunum, sko. Og láta þá bara fara á línuna, sko. Já. Við sjáum að hérna, nú kemur Daniel aftur út af fyrir Brynjar Kára sem átti frábæran hérna annan leikluta. Þannig að Brynjar fær nú að halda áfram með annan leiklutan. Hjörtur klikkar á fyrra vítinu. Og við sjáum að Almar Orri, hann klikkar líka á seinni vítinu. Almar nær sóknarfrákastinu, hann lítur að klára þetta. Nei. Hjörtur með sóknarfrákast. Nær honum ekki. Og aftur sóknarfrákast og þriðja. Og setur. Þetta hlaut að koma. Sóknarfrákastin eru alveg rándýrstinni. Þetta fóru 3 niður frákastað. Þarna bara, þú veist, þetta getur skilið á milli, bara eins og við sáum í kvennaleiknum hérna áðan að 20 frákast, að liðið fær bara alltaf annan séns. Og frá Brynjar, hann heldur bara áfram, nei, nær ekki, og Guðmundur með flott þarna, hann var næstíð búinn að setja þetta ofan í. Sjáum að Alexander, sjáum að Almar galopinn hérna út á kantinum, Veigar gerir þetta vel. Jafna leikinn. Bara jafna leikinn bara. Þetta bara upp og niður. Sjáum að Ísak losar hann hérna í hóndi, Karl Ísak með 3 stiga, nær honum ekki ofan í. Alexander Óðinn, nú sér það líka bara leið og Káringar ná boltanum. Það var nú klaufalegt hjá Alexander. En þeir eru bara farnir af stað. Menn ekkert að bíða eftir að koma einhver point guard og sækja boltan, heldur það bara. Nei, það sést nú ekki þess. Hann lítur nú að tróða þessu. Nei, heyrðu, Alexander fór í róluleiðina þarna og kemur Káringum 2. Þetta ekki eins og hér séu menn með þessa rullu sem eru point guardarnir að taka boltan upp, skipuleggja leikinn og eitthvað. Það eru bara allir point guardar. Það eins og þú sér, eins og Almar, hann um 2 metra á hæð, rétt yfir 2, hann svo kallar point forward, það bara byrja strax og þeir bara setja sókn á stað. Fannar, þannig verður menn kannski vera á gólfinu, eins og maður myndi segja. Nei, hann á honum tvisvar. Yes! Og Hjörtur hoppaði tvisvar sinnum beint upp úr stöðunni og Fannar kom bara og þakkaði pent fyrir sig í seinna hoppinu. Alexander ætlar greinilega loka hérna fyrr á leik. Tristan setur hindrun. Nei. Já, 6,7 eftir. Jakob Toppi tekur leikli. Og klárar hérna með einhverjum krúsindúlum hérna í lokin. En það engin spurning, ég hugsa að Káringarnir vilja auðvitað, þeir eru bæði konur í skotrétt og vilja leiða hérna í fyrra áleik. Þeir eru búin að missa nokkur leiði upp og finnst þeim kannski svona, eins og ég segi, þeir ætti að vera með fórustuna. Hendum hérna smá stati hérna á skjáinn. Það sem svona slær mig fyrst hérna til dæmis ef við skoðum vítanýtinguna. Við séum að Káringar eru með rétt rúmlega 54% á meðan Fjölnismenn eru með 91%. Þeir eru búin að setja 11 víti af 12 en Káringar eru bara 6 af 11. Overall skotnýtingin mjög svipið 51-48% og svipað skotið 39 skot, 43 skot, þannig að þetta svona nokkuð jafn. Þetta eru stolni boltar, neini, það bara í balans. Og í rauninni kannski, þú sér eins og hérna frákostin, Káringarnir eru aðeins yfir 5 frákostum fleiri. Það ekkert afgerandi hvorum megin, þess vegna er leikurinn jafn. Það nú oft samansmerkið þar á milli. En nú sjáum við, verðum forvitnilegt að sjá hvað Kobbi teiknaði upp, hvort að við sjáum ekki eitthvað gott þriggastega skot. Þetta bara spacing og hérna. Já. Sýnist þetta svona, já, gæti komið hérna af hindrun og færa hann hérna 5 sekúndur eftir. Þetta hann komast kannski bara aðeins nær. Það sýndist Fjölnismennir kom út í svæðisvörn, þannig að... Já, og brenna þarna 3 sekúndum af klukkunni. Já, og Káringarnir komast bara hérna aðeins nær í þetta. Setja... Nei. Hann náði nú ekki skotinu, en Brynjar átti þetta býsna víðsfjari,
En fjörugur fyrir hálfleikur, Steini. Í bikar er geysilega mikilvægt að séu jafnvægi fremst í leiknum fyrir áhorfendur til þess að njóta spennu. Það er bara svoleiðis, sko. En þetta var bara eins og ég segi. Þetta er draumaleikur. Já, þetta er frábær byrjun og við erum með tvo núna. Bæði kvennaleikurinn áðan var geggjaður. Já. Þar var staðan 39-40. Nú erum við með 54-53, þannig að við biðum ekki mikið meira hérna í upphafi helgar. Nei, hérna nú tökum við okkur bara hlé í einhverjar 8 mínútur og komum hérna rétt áður en við förum á stað. Förum kannski við statistíkina.
Kári nú að fara að detta hérna í seinna á leikinn. Þetta Hvernig líst þér á þetta, Steini? Var kaffi gott? Hvernig er munur á kaffinu í Smáranum eða í Garðabænum? Er ekki lúxuskaffi í Garðabænum? Nei, í Ásgarði þar drekkum maður kaffið frá gamalmennunum. Já, þannig að þú vilt ekki drekka kaffi þar eða? Jú, mikil ósköp. Bara bæjarsjóður skaffar svona litla bolla í sundlauginni. Herðu, við skulum aðeins kíkja á tölfræðina rétt ári leikurinn fyrir að stað. Já. Fjölnismennir eru með hérna 20 fráköst á móti 24 á Káringum. Og svona stigahæstu menn er Ólafur með 14 stig og Fannar með 13. Nei, fyrirgefið, Brynjar Kári eru auðvitað með 14. Hann er með 14 stig, sko. Átti hérna frábæran annan leikluta. Hjá Káringunum með Veigar Áki með 16. Og Almar með 14, Þorri með 10. Já, þannig að þetta er svona... Ekki mikið að gera í frákastabaráttunni eða þeimri víkstöðunum. En það hæðist hérna aðeins á annan leikluti fór 24-20, þannig að við förum ekki 120 stíðin, en við náum þetta kannski 100. Við erum ekki að skjóta á þetta að fara í 101-99 fyrir öðru hvoru liðinu. Fyrir TV-ið. Það verður tætt svona alveg fram í síðustu. Já, við sjáum að bæði lið byrja bara, við sjáum að Þorri byrjar inn á hérna þó að sé með 3 villur. Já. Sjáum hérna Veigar 10 sekundur eftir að skókningunni. Veigar er að gera árás hérna Fannar, gerir þetta frábærlega. Já, fallegt. Þetta var bara virkilega vel gert. Þetta var nú ekkert ósvipur hreyfing og hann tók bara hérna móti Loga Gunn og fleirum hérna í Njarðvík í síðustu umferð í Söpvedeildinni. Alexander fær þessa. Sækir þetta bara af harðfylgi. Já, Alexander er komið með hvað? Þeir eru að fá sína aðra villu. Nei, en eins og segir, það voru, hvað? Þetta var önnur villan. Það voru 9 leikmenn sem spiluðu, kom á gólfið, Guðmundur Aron spilaði rétt rúma 3,5 mínútu í öðru leikluta, þannig að hann er svona sá sem hefur spilað fæstar af 9 leikmennum í hérna Fjölnisliðinu. KR er ennþá með 8 leikmenn notaða. En Daniel setti hérna vítin í jafnaði leikinn, setti fyrir annað vítið ofan í. Nú sjáum við að Almar er kominn inn í, frábær hreyfing hérna hjá honum. Þarna nýtti hann skrokkin vel og hefur hæðina á Ísak. Þannig að það kæmi nú ekkert óvart að Jakob hafi kannski teiknað þetta svolítið upp að reyna að fara með Almar aðeins nær körfunni. Já, nota hæðina. Bæði líkamlega miklu sterkari og hávaxnari. Frábær hreyfing hérna. Daniel Ópi með leiðuppið. Alexander með frákastið. Alexander Knudsen og annar sem á nú faðir sem er búinn að spila nokkara leikina. Ósvaldur Knudsen. Káringarnir eru konir núna, gerðu þetta frábærlega, konir núna 4 upp. Áttu þarna núna bæði fyrst Almar á póstinum og svo kláraði hann vel leiðuppið. Já, setja þeir skipta á hindrunum, Almar stígur hérna aðeins og neðarlega. Karl Ísak með frákasti. Nei, þetta var bara sóknar frákasti, hann náði nú að klára. Þetta var nú frekar kannski óskikja fyrra skoti hjá honum, en hann var flottur hann á sóknarfrákastinu sjálfur. Við sjáum að Fjölnismennir eru með 5 sóknarfrákast á móti 8 sóknarfrákastu Káringa. Aftur eru þeir að spila þetta eins, nú fer Almar aftur með hann á póstinu, Alexander með þrist. Það er honum ekki, Almar pínu hefði viljað fá hann hérna niður. Já. Ég meina, ef það gengur, þá það ekki bara halda áfram að reyna að spila það. Ég myndi segja það, Karl Ísak. Hann er ekki að klára, Óli hérna. Já, þetta var rétt. Já. Óli náði að blaka, Ólafur Ingi náði að blaka boltanum hann inn í teginn, inn í hjartað og það var bara svona smá klaf sem menn voru grimmir hérna. Sjá, Þorri Veigar, já, nær hérna stöðva þessi mjög fljótlega og Veigar Áki spila svo kallan demant hérna, Almar kemur og setur skrín fyrir Alexander, kemur svo handoff og þannig að Veigar er hérna, slöksending. Ísak, já, hann fíblaði þarna Veigar Áka. Skoraði, Ísak skoraði þarna auðveldakörfu, jafnaði leikinn aftur. Þorri, þetta hefði nú mögulega getað verið villa. Erfið sending, sendir hann beint á Fannar og Almar í vörninni. Það er ekkert að stoppa það, en Fannar Eli, hann náði settið þarna, komin í 15 stig. Aðeins
fólki aðeins í stúkunni fara að taka við sér. Almar kemur hérna beint upp í þriggjastaða skot. Setur hann ekki ofan í. KR-ingarnir verða að passa sig með ekkert að fara eitthvað að pirra sig á þessi þó þessi að missa skot. Ég meina, þetta er 2 stiga munur og það eru 17 mínútur eftir að reiknum. Já, og þetta er svona bara í balans, sko. Já, við sáum Daniel Karlísak hérna, kemur svo hindrun frá Óla og hann rúlar sterkt á hringinn. Verður galopinn Fannar í horninu. Þetta var flott skot. Þorvald, þetta var fyrstmönnum. Það var nú, vel. Hann setur að... Það er ekkert eins það. Það gerðu þeir hérna vel. Fjölnismennir komið 4 upp. Þetta fer hratt á milli. Við sjáum við að Hjörtur er að koma inn á. Veigar hérna, þetta er sennilega ruðningur. Já, þarna var hann eiginlega búinn að ákveða að fara í þessa átt. Inn í rauninni á endalínuna. Og hann bara las hann hérna vel. Fekk hann bara beint á kassan. Sjáum við Tristan Ari, hann skiptir hérna við Hjört Kristjáns. Já, spilaði hérna svo kallar Iverson screen og slime sending. Þorri hlýtur nú að tróða þessu. Já. Það var nú engin afgangur af þessu. Þetta var virkilega vel gert. Flottur stólinn bolti. Og Daniel svarar þess alveg neitt. Það var nú ekkert verið að hafa fyrir því að stoppa þetta neitt. Leo Þorri var þarna, einhver í K-liðinu þurfti að koma og stöðva Daniel þegar hann var komin á ferðina. En Daniel svaraði, tapaði bolti, en hann svaraði strax tilbaka. Algjörlega. Með bara 2 stigum. Nú sjáum við aftur Almar með hæðina hann á Karlísak. Daniel gerði þarna virkilega vel. Það er svona aðeins að setja höndina í boltan. Út af, já. Já, Fjölnir 15 sekúndur eftir á skófingunni. Þorvaldur, sjá, þetta var stálheppinn, hann bara missi ekki boltan. Hann heldur driplunum 7 sekúndur eftir, virkilega vel gert þarna. Já, og villa. Sýnist Karlísak er að fá þessa villu, já. Kristinn Óskarsson, skeleggur dómari þessa leiks. Já, Karlísak átti nú bara, önnur hans. Ekkert að gerast í liðsvillunum. Nei, þetta er rauninni önnur liðsvilla á hvort lið og í rauninni kannski meira villuvandræði myndi ég segja KR megin þar sem Þorvaldur svona algjör lykileikmaður með 3 og Veigar Áki líka með 3. Já. Þeir mega helst ekki fá 4. villuna strax. En Þorri setur bæði vitun ofan í, minkar þetta í 2. Bara er í svokall hérna. Daniel, þeir skipta á þessu, Veigar. Þetta hefði nú getað verið ruðningur Óla hana. Karlísak með 3 stiga, hann setur hann ekki ofan í. Karlísak hefur verið kaldur fyrir utan 3 stiga línuna, hann er 0-4, en Kalli er hörku skytta. Veigar með þrist. Hvað sagði ráðan? Hann var beint en óstutt. Já, það var algjörlega á nema bara hann fór ekki nærri. Og Daniel með flotta hreyfingu þessi play, sko. Skildi Almar algjörlega eftir þarna bara Þorri. Við sjáum hérna, það eru 2 í horninu, Alexander með skotið í þristinn. Nei, hann dettur af, Ólafur Ingi með varnarfrákast. Og skynsamlegt hjá Fjölnismönnunum aðeins að róa, nú er menn búin að fara upp og niður nokkur sinnum aðeins að nokkuð gerist. Daniel Þorri svona býður aðeins þarna niðri. Frábær vörð hjá Almari, varði skotið hana, 2-2. Þorri hlýtur að klára þetta sterkt, virkilega vel gert. Þorvaldur er bara að spila hérna frábærlega. En nú erum við bara komið með leikinn jafnan. Kalli, og varið aftur. 2 varin skot í röð hjá KR-ingum. Almar með 1 og Almar með þristinn. Baldur hendur ekki leiklega núna, er það ekki? Nú eru KR-ingar búin að skora 7 stig í röð, komnir 3 upp. Nú voru 4 undir og setja núna. Þetta er, eins og maðurinn segir, þetta er leikur áhlaupa og þetta bara breytist á örskotsstundu. Já, en það er engin munur búin að vera, svo sem. Veigar er hérna með 80 stig, Daniel sækir og Kalli farir hérna galopinn, Baldur Ísak í hotinu. Hann nær honum ekki. Þetta hefði nú getað verið villa mögulega, Alexander eitthvað aðeins pirraður yfir þessu. Kalli með þrist. Nei, setur hann ekki. Já, það er bara litla Ólafur Ingi.
gerði þetta bara ótrúlega vel. Það var að taka hérna sitt sjötta, Fjölnismenn voru að taka sitt sjötta sóknarfrákast. Já, Þorri enn einu sinni. Hann náði nú ekki að klára þetta. Óli með frákastið. Sjá, þeir eru 4 Fjölnismenn á móti 3 KR-ingum. Fannar... Nei, heyrðu, og frákastar bara... Sjöunda sóknarfrákast Fjölnismanna, núna í þessum, hvað er 7 tótal. Mætti túlka þetta sem sendingu því að boltinu var ekki á, sko. Yes! Óli gerði þetta vel. En þarna þurfa KR-ingarnir kannski aðeins að verja körfuna betur hjá sér. Já. Þeir eru með 2 þarna fyrir neðan, menn í sikkur og horninu hjá Fjölni, þannig að þeir þurfa bara, ég meina, eins og maður myndi segja hérna, 2 sendingar fara á bolta, þá verður að vera með annan fótur inn í vítateig. Já. Almar sækir þetta bara á harðfylgi. Og ég bara, þú veist, ég ætla ekkert að fara ofan á því. Mér finnst að KR-ingarnir eigi að setja Almar meira þarna aðeins neðar á blokkina og þannig að Fjölnismenn eru auðvitað með Óla en þeir eru ekki með neina aðra til þess að dekka Almar þarna niðri. Þetta var þriðja villan á hvern var þetta? Karl Ísak var að fá núna, búinn að fá 2 í þessu leikluta og eftir því sem að fleiri stóru kallarnir hjá Fjölni þá lenda þeir í smá vandræðum hérna þegar líður á leikinn. Þetta gekk ekki í Almari. Bara Almar fær seinna viti. Já. Vinalegt skopp eins og maðurinn sagði. Það er alltaf að reyna íslenska allt sem maður er að tala um. Friendly bounce. Já. Sjáum hérna að Þorri er að dekka Daniel. Brynjar átti hérna frábæran annan leikluta. Sjáum hvort að hann komi með Óli hérna á póstunum. Sérðu hreyfinguna. Frábært kött hérna hjá Daniel. Svo kallar 45 gráðu kött á veikuhliðinni. Þegar að bolti fyrir á póstinn þá verður allt galopið aftur. Settir á vín. Já. Og fær villu. Þetta var ekki góð villa ef maður myndi orða það þannig. Óla verður með að taka þarna skot í horninu með allir í frákastastöðunni en það var svona kannski klaufaleg villa þarna hjá honum. Þriðja liðsvilla á KR-inga. Leikurinn er jafn. Þetta er nú akkurat það sem við viljum, Steini, að við séum bara hérna í öfnum og skemmtilegum spennandi leikjum. Já, það er hérna og við ætlum bara að enda í... Við nördarnir, okkur er alveg sama í sjálfum sem hvað vinnur leikina, við viljum bara að þetta sé skemmtilegt og spennandi. Algjörlega. Það var Þorri hérna... Látum vítin telja. Setur hindrun og Almar er hérna út á fer einn á Daniel, setur langan þrist. En þú sér bara touchi frábært sóknarfrákast hérna. Hallgrímur Árni með geggja sóknarfrákast og þeir setja sókn upp á nýtt, Hjörtur. Frábær hreyfing, þetta er algjörlega geggja spil. Já. Almar gerir þetta virkilega vel. Þetta var bara flott fletta hjá KR-ingum. Þeir í rauninni hreyfa boltan inn og út, bæði með árásum og sendingum. Svo fekk hann bara gott skot þetta. Já, ég bara galopið skot. Já, það er áhugavert. Hver fekk villuna? Númer 1, Hallgrímur Árni. Sýndist þetta, já, var þetta ekki Hallgrímur? Jó, hann er að fá sína, aðra villu sýnist mér. Nei, það er blátt hérna fyrsta. Já, það er rétt hjá þér. Já, þarna já. Nei. Ég held að það sé tómt tvælið, hann var að fá svona 3. villu. Hann var að fá 3. villuna. Daniel með langan og Hjörtur með frákastið. Svo þarna var Óli klaufi. Þarna er Óli að fá svona 3. villu. Þetta eru svona villur sem að, eins og ég segi, svona hávaksnari leikmenn Fjölnisliðsins vilja alls ekkert að fá vegna þess að þeir þurfa að nota þessa villur ef að KR-ingarnir eru mikið að sækja á blokkina. Engi bónus, það er bæði lið komið 4 liðsvillur. Þannig að nú fær Þorri, við vil ekki að hann fái 4. villuna hérna í lok 3. leikluta, þannig að Þorri fær sér sæti núna væntanlega í 1,5 mínútu. Sjáum Veigar, Brynjar er að dekka hann, Brynjar Kári. Þeir skipta hann að Guðmundur. Það átti flotta innkomi hérna í öðru leikluta. Sófus, hann er að dekka Veigar. Þeir skipta hérna öllu og Hjörtur Kristjáns með skot í horninu. Jár! Sem að svínleikur. Bomba niður. En það leið, og þetta er svolítið málið, Steini, að leið og KR-ingarnir ná að gera árásir inn í miðina. Þá bara standa skipturnar út á þriggjastaðlínunni og bara fá... Fríast bara hérna. Já, og bara eru bara... eins og við myndum segja, þetta eru háprósenti skot. Þannig að góði skotmenn eru bara betri að skjóta þryggjastæðaskotum heldur en nær körfunni. Já.
En Brynjar náði svona aðeins Fjölnir bara grændar þetta niður, þeir eru bara að mala þetta voni í tegnum sko. Og Almar. Og brotið á honum, 3 skot. Ég held að þarna Sófus að fá sína aðra. Og hérna til dæmis Almar bara hérna nær eiginlega miðjunni heldur en tryggjastælínni þegar hann að taka þetta skot. Þannig að Alexander skiptir hérna við Veigaróka. Við erum að nálgast hérna bónus nýlenduna, Fjölnir kom með 5 villur og KR 4. Næstu brot skila bara vítaskotum. Já, allar varnarvillur munu núna bara skila vítaskotum. Almar klikka á fyrsta. Það er nú að vanda sig. Jæja, þessi dettur. Sjáum að Almar komin í 20 pluss stig. Það hérna. Setur 2 af 3. Sjá, ok, Guðmundur. Daniel, við sjáum að Káringarnir eru konum með 4 stiga fórustu. Hún vantilega, frábær hreyfing hérna hjá Daniel. Nær að komast inn í miðjuna. Já, og vörnin, þessi uppstilling á vörninni ekki að skila þessari lokun sem að menn vilja ná, sko. Þarna sjá að Almar kemur af þetta hindrun. Nær ekki að setja skotu ofan í. Fjölnismennirnir, nú spurningum að nýta tíma nú aðeins, ekki bara klára fyrsta. Já, hann var skynsamur þarna. Annars hefði bara komið sókn á móti. Já, þú veist, ef hann hefði lokað svo snemma þá hefði KR fengið vantilega síðasta skot, þannig að Fjölnismenn geta annarkvort verið 1 yfir eða jafna leikinn hérna. Já, eða 2 undir. 3 stiga, Daniel. Já. Það eru 4 sekúndur eftir, hann skilur nú eftir nógan tíma samt. Daniel Spano, nei. Þetta var flottur endir á 3. leikluta. Þetta er bara akkurat það sem við erum konir í. Ég held ég verði samt að taka tilbaka. Hvað sagði þið? 101-99? Já, við erum konir bara í 90 stig, sko. Við erum bara í 80, við erum í háu 70 eins og við erum þetta eðli svona hraðra leikja þegar það hægist á þeim eftir því sem að líður fram? Já, það er svona... Og þó, ég menna, ef við bara Breiðabliksleikirnir. Já, sko, hér eru menn að spila varnir að meira viti, eða þetta ekki kannski viti, en svona meira magni hættur Breiðablik hefur lagt áherslu á, sko. Þessi leikluti fyrir 24-24 og ég meina, vissulega er aðeins búið að hægjast hérna frá fyrsta, það er svona 30-33. Já, en ekkert... En þú sér það sko bæði liði, ég meina Káringar eru að skjóta, Fjölnismenn eru að skjóta 62 skot og Fjölnismenn eru að skjóta 59. Þannig að, þú veist, eðli leiksins þegar hann er hraður, það eru bara miklu fleiri skot og fleiri sóknir. Þannig að, en aftur, Káringar eru með réttur 65% skotendingu í 2 stiga og Fjölnismenn eru aðeins 56. Sko, í statistikkinni þá er kannski áhugavert hérna í vítaskotum. Fjölnir hefur verið að gera betur þar. Fjölnismenn eru bara búin að klikka á 2 vítum. Þeir eru búin að fá 16 og setja 14 ofan í sem eru rétt 88%. Á meðan KR er með 11-18. Er þetta það sem er að fara að skilja þennan leik af? Já, það er bara gæti... Bara í annarri tölfræði eru við bara ekkert að sjá svona einhver stór göp. Nei, og í rauninni, þú sér það, jafnt í frákostum. KR er með 3 fleiri stóðsendingar, 3 fleiri, 3 fleiri tapaða bolta. Þannig að þetta er rosalega líkt. En það er nú oft þannig líka að núna, Steini, núna telja vítin. Þannig að ef þeir halda áfram, þeir gætu verið hérna hvað, 11-18, 61%, svo setja þær öll víti sinni í 4. Og það er oft það sem skilur á milli, sérstaklega í svona jöfnu leikjum. Stigastu menn, Almar Orri með 25 stig fyrir KR og Veigaróki 18 og Þorvaldur 16. Hjá Fjölnisliðinu er Fannar með 17, Brynjar með 16 og Daniel og Ólafur. Hér var skotið og svo bara frákastað vel. Já, við sjáum, þarna kemur Brynjar í þessi 45. Þarna er þetta 45, svona topp 45 kött. Sem að verður rosalega opið ef að menn komast inn í miðina. Ef ég sæti á áhorfendabekkjunum hinum með núna, þá myndi ég segja að þetta væri bara boltinn. En ég er ekki það. Ef þetta hefði verið Stjörnu, þá hefði þetta bara verið boltinn. Já. Það er ákveðin fegur í því þegar menn fara bara eftir skotinu og verja korfuna. Já. Það er líka eitthvað sem að er, það verður að vera eitthvað smá tilfinningar í þessu. Auðvitað skiptir þetta máli fyrir Fjölnismenn og Káringana eins og Stjörnumenn og alla sem eru að halda með sínu lið. Fjölnismennir halda bara áfram, ekki með rétt rúm
já, 88% í vítanýtingu. Já. Og 3 upp. Það engin stóru kraftaverkin hér, sko, þetta bara í balans. Hjörtur misti boltan aðeins sóknarfrákastunum sjálfur. En við sjáum að, KR-ingar, Fjölnismenn eru með 10 sóknarfrákast og KR-ingar eru með 10. Sófus með þrist. Setur hann ekki ofan í, Veigar Áki hérna hoppaði hæst. Og keyrir bara. Sér svo bara beina línu, fær villuna strax, hann sótti þessa bara alveg leið. Já, þetta var bara spurningin að boltinn færi ofan í eða fá villuna. Og þetta svona kannski, ef við erum að hugsa bara eins og Breiðablik og þessi lið sem að spila hraða bolta, eins og KR og Fjölnir hér, að það bara sá sem nær frákastinu, hann bara farinn af stað. Já. Og ef að varnarmaðurinn gerir ekkert til að stöðva boltan, þá ertu bara kominn á hringinn. Og við sjáum að Sófus, hann fæ sér sætið, skipti við Ólaf. Ólafur Ingi með 3 villur, 14 stig. Og 10 fráköst, Óli og þeir. En vítanýtingin svolítið að koma í KR-ingana? Eru búin að missa 8 víti, þú sér það, 8 víti og þegar leikurinn jafn, þeir gætu hérna, þú veist, þetta bara getur orðið mjög dýrt í lokin. 8 víti klikkuð. Við sjáum hvernig þetta fer, þarna missir Þorri mannin beint inn í miðuna, nær ekki, þetta var erfitt skot hjá Daniel. Já, svaka erfitt. Þarna þarf Þorri kannski að halda honum aðeins betur fyrir fram að sig. Þessi var mjög tæpur út af. Sjáum að Alexander, hann að fara 1-1 á Daniel. Daniel reynir að stela honum af honum og þá lendir hann í vandræðum. Nei, skrefar. Þetta eru fyrstu skrefin í þessum leik. Það rétt. Það voru dýrmætt skref. Það var hárrétt hjá þér. Þetta var Alexander var ekkert sérstaklega ánægður með Jakob hann svo. Nei. Hann hafði einhver svona vel valinn orð í muldraði þau með sér og leiðinni tilbaka í vörn. Ólafur með skot, hann klikka á þessu. Já. Veigar Áki með frákasti. Veigar Áki komið með, hvað er maður að sjá, hann komið með, þetta var nú hans 3. frákast. Og Hjörtur, næstuði ná að stela honum hana. Hilmir Arnarsson tekur skot, vel gert. Vá, það falleg. Mikill hraði þarna í Hilmi, mjög fljótur bakvörður. Já, og menn eru bara potunum af stuttu færi, bara beint hon í tunnuna. Jafna leikinn, 82-82. Þetta hefði getur verið villa. Almar, Óli hérna kemur í close-out sem er nú kannski, og Hjörtur í hótinu. Já. Bom! Þarna, Hjörtur og svo sem hefur spilað æft fyrir Breiðablik hérna líka, þó hann er sennilega búinn að spila sín flest ár með KR, en Hjörtur, Oddur og Bjössi, allir hafa verið í Breiðablik líka, þannig að hann þekkir nú kannski hótnin hérna. Getur verið vinir skotvélana. Já, nákvæmlega. En við sjáum að það er rosalegur svona hraði í þessu. Almar með þrist. Svo rýpop. Almar komin í 28 stig. Hann er náttúrulega búinn að vera geggjaður hérna. 28 stig, 5 fráköst. Nú eru KR-ingar svona pínlítið að mjaka sér frá, 3 fyrir hver 2. Já, og þarna var Alexander svona pínu, ekki latur, en hann hefði nú alveg getað kannski bara, Almar var búinn að eyða tímanum í þessa vörn þarna, Alexander hefði nú kannski átt að taka bara boltan. Já. Hann er galopinn hérna. Jæja, þeir verjast þessu vel. Og Alexander, og svo gerir hann árás, Óli með 3 villur, vill ekki brjóta á honum, sóknarfrákast þarna. Alexander er bara að gera, mér finnst KR-ingar vera miklu grimmari á hringinn heldur en nokkuð tíma Fjölnir. Já. Og svona gengur betur. Kemur hérna svona svakalega góð sending maður á vestunni. Þetta var virkilega vel gert. Góð karfa og víti að ekki. Og það sem gerist þetta, við sjáum þetta svo sem ekki endursýnt, en þeir eru að spila svo kallar horns. Já. Það sem að Óli í rauninni svona, hann neitar því að nota skrýninguna, hann svona slippar beint af körfunni og Daniel las þetta bara fáránlega vel og bara hendi beint niður í. Já, og hann vissi bara hvert Óli var að fara og hérna, vegna þess að þeir eru með skotmann sem kemur út úr þessu svo kallar horns. Jæja, hann var klikk, 3. klikkið. Þannig að hann klikkaði á vítinu. KR upp 2, 90-88. Ég verð bara að draga tilbaka, þetta fer ekki 99-101. 6 mínútur eftir, þetta fyrir. Já, Veigar þarna, setur hann á vinstri. Nei, og hann sóknarfrákast. Almar setur hann í 31. Já. Almar kom í 31 stig. Steini, þetta er svakalegt. Og hann er náttúrulega bara með óbúðslega svona mjúka stróku í skotinu. Hann er bara með geggjaskot, Hilmi með þrist, Almar með frákast. Nú sækir hann, keyrir hann bara á körfuna. 1-1 hérna við Daniel og klárar og Baldur verður að taka leikli.
6 mínútur eftir. Þarna skilur svolítið á milli í þessum leik. Já, þú sér núna bara eru KR-ingar að nýta færin sín og eru opnast alveg 95, 88, það eru búin að ná núna 7 stiga fórustu. Nú er það Baldurs að teikna upp hérna, það er nógu tíma eftir, ég meina það hefur aldrei verið sérstaklega mikill munur hérna í þessu leik. Ég meina þú sér það í rauninni lok 3. leikluta þá hafði 10 sinnum verið jafnt og 18 sinnum eru liðin búin að skiptast á fórustu. Þannig að, og í rauninni, eins og hérna segir sko biggest lead, það er bara 5 stiga fórustu á hvort lið. Það var snemma í leiknum, 45-40, þessi Fjölnir náði að leiða með 5 stigum og í rauninni upphafi leiks 23-28 bara í fyrsta leiknum. Þannig að, og núna voru KR-ingar að setja reynda 5-0 run, en sko hæsta scoring svona alla hjá Fjölnismönnum er 8 stig í röð. Þannig að þetta er bara en Almar Orri er þarna afgerandi yfirburða maður í þessu með 31 stig, Brynjar Kári 18 Fjölnismegin. Sér Veigar er þarna með 21 stig og Þorvaldur er með 16. Þetta eru svona, og þessi 3 strákar hafa þetta líka bara verið leiðandi menn í meistaraflokki KS í vetur. Þannig að það eru Fjölnismenn sem að eiga boltan inn. Já, hér þeir eru bara með byrjunarliðið, reynda Brynjar er hérna líka sem er búinn að spila frekar mjög vel í þessu leik. Já, K-liðinu Hjörtur inn á, eini sem er af bekknum hjá þeim. Í rauninni eru að spila aftur sama, er ekki að spila samanböð. Daniel kláraði þetta var erfitt færi. En sérðu líka muninn, hérna eru Fjölnismenn að koma út úr leikli og eiga kannski dálítið erfitt skot á meðan KR-ingar hafa verið að fá... Já, bara tiltölulega auðvelt svona og skipulagt. Meiri svona, við sjáum að Þorri kemur hindrunina, Almar galopið. Þetta var nú, munaði litlu þarna. Og hann fyrir ofan á. Þetta var ofan á, akkur. Já, hann er ekki út af, hann er sett ekki út af nema hann fari upp í vírana. Hann má fara ofan á spjaldið. Vel gert Brynjar. Frábær hreyfing af Brynjari, minka munn í 5. Það þurfa, það er nú 5,5 mínútur eftir, þannig að Þorri, frábær snúningur og þessi var rosaleg. End one. Já, og villu á leikmannum með 3 sem er Daniel, hann er að fá svona 4. villu. Þetta er... Já, en... Ekki dýrt, en þetta er bara... Baldur er ekkert að fara að gera neitt annað, hann lætur hann bara að vera þarna. Daniel er alltaf bara einn af leikmönnum fyrir Fjölnislið, þannig að hann verður bara að vera skynsamur núna að spila á 4 villum. Góði leikmenn verða líka að vera flinkir að geta klára leiki, góðið séu á villum. Já, það er nú ekki eins og það hafi verið einhver flautukonsert hérna, þetta er nú bara allt í... 2 liðsvillur komnar hér. Og bara hefur gengist, ég er nú eitthvað alltaf þeirra skoðunar. Nú er Daniel búinn að taka 2 erfiðar ákvarðanir. Já, og fer svona í erfitt. Já, og sérðu, og ef að til dæmis KR-ingar... Þannig kom Alexander með ekki góða sendingu. Hjörturna er aðeins að svona... Hvað segir maður? Deflekta, hvað er íslensku orðið við það? Er það að vera fráhrindandi? Nei. Nei. En allavega, nær hann að pota boltanum út af hann, að KR-ingar ná að setja í vörnina sína. Núna sjáum við hvort að... Daniel fer í 3. Allt er þeirra þrettir. Nú kláraði hann þetta vel, minka munn í 6 stig. Daniel kom með 16 stig. Nú þurfa að vera að ná stoppi Fjölnismenn. Nú er bara mjög mikilvægt fyrir Fjölnismennin að ná að... Því að KR-ingar eru búin að vera núna sóknarfrákast og Veigar með þrist. Hann var býstna vísfjari. 9 sekúndur eftir að kemur ekki endursetning á skotlutinni. Og hann Þorri þarna, flott vörð hjá Brynjari. Þeir tók hann bara af honum. Náðu hann bara af honum hann. 4-2, nefnum þeir að fá... Já. Það var ekki skynsamlegt, þeir áttu að senda hann á áttuna bara Þeir voru bara með menn sem voru nær þarna. Og sáðu núna, Þorri skynsamur og Almar með þrist. Nei. Almar, hvað er hann í 33? Nei, 31 stigi. Já. Núna erum við með undir 4 mínútna markið, 98-92. Fannar, Daniel er búinn að núna klára síðustu 3 sóknir, þannig að spurning hvort að... Fannar fær henni þannig aftur, 7 sekúndur eftir að skóklíkunni. Hann gerir árás á Þorra, vel gert. Náðu nú ekki að klára þetta. Þetta var fín sókn hérna á Fjölni. Núna náðu þeir svona að hreyfa boltann og þeir voru svona aðeins fleiri sem að komist í snertingu við hann. Áhorfendur aðeins þarna að taka við sér. Og sjá Veigar með annan þrist. Nei, Veigar er búinn að slúta núna síðustu 2 sóknum með þristi. Danni gerir árás, auðvitað. Og Kobbi tekur leikli.
Jakob Örn Sigurðarson, þjálfari KR-inga, bæði aðstoðarþjálfari í meistarafloknum og með unglingaflokkinn hérna. En þarna hefði þetta geta boltar ofan í þarna, þau geta sprengt leikinn í sundur. Og gaf í raun og Fjölni líf með því að taka þetta. Og þessi karfa núna hérna hjá Fjölni, ég held að Kobbi gerir sér grein fyrir því að þetta var mikilvægt, þú minkaðir í 4 stig. Þá er innan seilingar 3 mínútur og 3 Þetta er í rauninni, eins og við segjum, þetta er svona 2 possession, þetta eru 2 sóknir, 2 körfur, þetta er ekki nema 2 körfur frá. Þannig að í staðinn fyrir að mögulega KR hefði komist 3 eða fleiri sóknir frá. Þannig að þetta er bara, þetta var mjög mikilvægt. Og í svona high scoring leik, svona há skorið, ég meina við erum að segja Fannari með 17, Daniel með 18, Ólafur Ingi 16, Brynjar 20. Þetta eru svona 4 menn sem eru bara í mjög há skori. Hjá KR-ingum er Almar auðvitað með 31, Veigar með 21 og Þorvaldur með 26. Þannig að þetta eru svona þeir hestar sem hafa verið að leiða þetta. Dregið vagninn. Og þetta eru líka bara svona kannski... Býttu, erum við konur í 96, 98? Er ekki 94? Ég held að sé 94, Jó, 98. það hefur einhver reikið sér takkað þarna, ég trú ekki öðru. 94, það er komið niður aftur. Ég sé alltaf á tölfræðinni hérna fyrir framan okkur, hún er 98. Nei, fyrir ekki 94. Já. En núna bara verður áhugavert að sjá hvort að Fjölnismennir ná að verjast. Það voru svona KR-ingar sem að höfðu svolítið áttu einfaldari sóknir, fannst mér núna síðustu 2-3 mínútur. Já. Sjáum að Veigar, Brynjar er á honum. Nú þetta svona líka, hvað segja sérfræðingar? Þeir komið í brakið, svona crunch time. Núna skiptir hver og einasta sókn og vörn máli. Þorvaldur frábær hreyfing hérna. Náði nú ekki að loka þessu, en þetta var virkilega vel gert hjá Þorvaldur. Og KR-ingar halda boltanum. Já. Og fá klukku, 14. Fá nýja skóklukku, bolti fór í hringinn, þannig að þeir endursetja klukkuna í 14 sekúndur. Þetta er bara Almar galopinn. Þetta er náttúrulega glórulaust að skilja hann eftir þarna galopinn. Já. En hann klikkaði nú á þessu skoti. Þannig að Daniel, hann setur beint í þrist. Og, nei, náði ekki að setja þetta ofan í. Nei, ég held við séum ekki þar í þessum leikamenn fyrir svona first touch skot. Þeir menn eru bara að fá góð skot. Já. Sáum hérna svona svo kallar rejectar hann ykkur í skrínu, þannig að Þorri er bara að sækja einn á Fannar. Þetta er skref mögulega. Nei, heyrðu, hann dæmir uppkast. Ekki karfa, Frikki við uppkast og Fjölnir á boltan. Hann hefur örugglega verið með hendur á boltanum þegar hann fór upp. Já, mér sýndist hann hafa sett hann svona frá mínu sjónarhorni þá svona var eins og hann hafi náð að halda annari höndina á boltanum á meðan hann var að hoppa. Ólafur sækir hérna á Almar. Nei, jú, Almar. Ekki sáttur, hann voru 2 hendur á þetta var bara hárréttur dómur. Þorvaldur að fá sína, já, væntanlega núna sína 4. villu. Já, það er nú ekki eins og að hafi hruni hér á loftunum þessar villur, það eru nú bara 2. Já, en þarna sérðu til dæmis, núna sérðu, Steini, að nú Þorri fekk 3 villur í fyrra hálfleik. Nú er hann búinn að spila, já, næstu í 2 leikluta bara á þessum 3 villum. Þannig að, og þú veist, þetta er líka bara merkjum leikmenn sem eru virkilega góðir. Brynjar gerir þetta frábærlega. Þeir eru bara... Brynjar er bara núna stigasti leikmaður Fjölnisliðsins með 22 stig og minnka munni svo kallar 1 körfuleik. Og í rauninni, og 2 mínútur eftir. Og vindur blæs svolítið með Fjölni, svona nálgast og... Veigar Áki, frábær. Karfa frá KR-ingum. Þarna var... Og við náðum 100. Já, 196. Jæja, við förum nú ekki langt yfir það. Við vorum ekki fjarri lagi. Ólafur, Nú sé ég Almar að fá svona, hvað, 3? Já. Og hann fær vítaskotinn. Og núna kemur, Steini, núna eru KR-ingarnir, nei fyrirgefðu, Fjölnismenn með 15 af 19 vítalínu. Núna telur virkilega vítalínan. Eru þeir búin að vera raunverulega 90%? Já. Auðvitað. Óli setur þetta bara beint ofan í, þráðbeint ofan í. Minka munin í 1 körfuleik, 3 stiga munur. Getur komið þessi 2. Nei, þetta er rándýrt. Klósett skot. Voni upp úr. Núna þurfum við aðeins að Fjölnismenn. Þetta var ekki nema 1,5 mínútu eftir að leiknum. Villa á 7. Brynjar.
þriðja liðsvilla á Fjölnir, en nú eru Káringar, þegar Káringar brjóta næst, þá eru þeir komnir í skotrétt. Þannig ef að Fjölnir kemst á körni, Almar með, hvað, þrist? Nei. Ó, þessi var nú, þetta var reynda gott skot hjá Almari, hann að fá hann bara í horninu, búinn að vera opinn og heitur. Daniel, hann kemur spurning hvort að Fjölnismennir ætla bara að fá 2 stig eða reyna að taka gott þriggjastiga skot eða þið fá það. 8 sekúndur eftir á skóklíkunni, Daniel mikið með boltan í höndunum, tekur erfitt skot og hver inn á frákastinu? Káringar. Þetta til dæmis var Daniel mikið með boltan í höndunum í þessari sókn. En hann náði fínu lúkki á körfuna eins og við segjum. Já. En það drullu erfitt þetta stuttaskot þegar þú ert svona nálægt sko. Engin spurning. Nú er rétt 1 mínútu eftir, þetta er orðið bara mjög spennandi. Hvað er spjall hér hjá dómurunum? Já, ekkert að gerast. Drífum þetta bara stað. Þeir eru bara aðeins að reyna að róa taugarnar hérna. Nú er rétt 1 mínútu eftir. Og Veigar. Næsta villa hjá báðu liðum. Þetta er 4. liðsvilla og Brynjar er að fá svona 4. villu. Já. Nú er bara bónus næst, eins og maðurinn sagði. Hérna bónusskiltinu á þetta eftir innkastið. Já. Þú ert formlegur í þessu, býður eftir að boltanum sé leikið, eins og það er sagt í reglunum. Alexander gerir góða gabbhreyfingu og Hjörtur, mistar þarna. Fjölnir fær boltan. Þarna var hann ragur, hann átti bara að fara frekar á þarna var Alexander kominn í rauninni í færið, en Hjörtur kom hann aðeins fyrir aftan hann. En núna fá Fjölnismenn tækifæri til þess að jafna, sem er bara akkurat það sem við viljum, það væri nú ekki leiðilegt bara að fá framlengingu. Það er betra á föstudagskvöldi heldur en að vera að horfa á skemmtilega körfubolta. Já, það er aldrei nógu mikið af slíku. Nei, aldrei nógu mikið. Taka svo kallaðan Diamond. Brynjar fær hérna að gera árás á körfuna. Almar spila góða vörn. Og þeir skipta hérna á þessar hendur. Daniel gera árás og Óli var galopinn í horninu. Þarna hefði Daniel kannski átt að henda honum út á Óla í hornið, en fekk hins vegar gott skot. Núna er bara mjög mikilvægt fyrir Fjölnismenn að ná að stoppa í þessari sókn. Seti Káringar körfu núna, þá eru þeir bara langt komni með leikinn. 8 sekúndur eftir á skólkunni og frábær hreyfing hjá Drengnum. Þessi var rosaleg sting. Þetta var nánast bara fyrir leiknum held ég. Svona 20 sekúndur eftir og 2 körfuleikur. Þessi hreyfing, þetta var bara... Hann fríaði sig algjörlega, þetta var algjörlega snill. Bara algjör snill. Hann komin í 23 stig. Þetta gæti mögulega hafa verið fyrir leiknum. Virkilega vel gert hjá Veigar. Ég held það. Það var svona út af því að leikurinn hefur svo sem ekki verið að, þú veist, í hinum háa hæðum á milli þeirra, sko. Við erum bara sammála því, en þetta verður, núna til dæmis þurfa Fjölnismenn, eru 20 sekundur eftir. Núna hefur Baldur svona smá, hvað segir við, þeir eru sett komnir í bónus, þannig að allar villur, að þá hérna, þurfa þeir að halda manninum núna fyrir fram að sig, en Káringarnir sko þurfa í sjálfum sér ekkert eitthvað að stressa sig of mikið á því. Þeir eiga 2 leikli inni og geta fætt boltan upp ef þeim sýnist svo. En Fjölnir hins vegar núna verða að skora. En eru við að fara að lenda í því að menn brjóti Fjölnismegin? Nei, ég held að Káringar vilja, þeir eru meina 5 stigum yfir, þeir vilja bara spila solid vörn og væntanlega skipta bara öllu skrínum og halda Fjölnismennin fyrir fram að sig. Fyrir Fjölni er hins vegar mikilvægast að núna þurfa þeir að skora strax. Annarkvort gera þeir árás og minnka þetta í 3 eða taka fyrsta góða þriggjastaskot sem þeir sjá. Skorið þeir, þá munu þeir brjóta strax til þess að reyna að koma Káringum strax á... Já, bara á línuna og eiga klukkuna. En núna til dæmis að því að Fjölnismenn taka boltan á sóknarvelli, þá fer skóklingarnir í 14 sekúndur. Já, enda svo sem það skiptir ekki öllu. Koppi á 1 leikli inni. Hann á 2 leikli. Á hann 2? Já. Hann á 2 núna og við sjáum... Og Baldur 1. Nú sjáum við, svona, þeir vilja ekkert vera á lengir. Taka þér svo kallar liftuskrín hérna fyrir hann hérna Fannar og Daniel með þrist, setur hann ekki ofan í. Þetta er komið Steini. Já, þetta er bara búið. Þetta er komið, Almar Ingi, Almar Atli, já, þeir lokaði þessu bara aðeins að brjóta með þessa. KR eru bikarmeistarar. Já, þetta er... Þó að séu hérna 2,1 sekúnd eftir. Við sjáum að Koppi, hann ætlar að taka leiklíja. Baldur tekur síðasta leikliðið sitt.
Herðu, hvað sagði ég? 101.99. Já. Ég var nú sláandi nálægt. En núna, já, Baldur mun teikna bara eitthvað upp hérna. Ég held að þetta sé, það eru hverfandi líkur því að Fjölnismenn geti náð hins vegar að vinna leikinn. En þeir gætu náð að minnka munin aðeins meira. Sjáum, hvað eru við svona maður? Við erum með Þorri hérna í 30 stigum, Veigar Áki með 21 og Almar með 31. Þannig að þú sér að 3 svona káringar hafa verið að skora oppan af stigunum fyrir KR. Já. Þetta er búið að vera virkilega skemmtilegu leikur. Geysilega og bauð upp á það sem við viljum sjá í nútíma körfubolta sem er þetta mikill hraði og svona varnir hafa tekið aðeins til sín svona í seinustu. Já, við erum með og í rauninni sko, þú veist, við erum hérna í úlingaflokki og hérna þar erum við með sko, þú veist, Fjölnislið sem er með 7-8 tapaða bolt í leiknum í þetta hröðum leik. Já, og ég meina Káringar er með 10 tapaða bolta, þú veist, menn við erum að fara hérna 150-200 sóknir. Þannig að þetta er bara sóknarlega bara upp á 9-5. En núna vilja væntanlega Káringar bara ekki brjóta þig, gefa þeim bara skot og fara síðan að fagna. Sýnist mér. En mér fannst Fjölnismennirnir, eitthvað er að gagrast hérna. Það er einhver fleita hérna frá Káringunum. Mér fannst þetta eins og ég segi, mér fannst þetta frábær leikur. Mér fannst Fjölnismenn mjög flottir hérna framan af. Þeir svona, mér fannst þeir aðeins kannski þvinga hérna í lokin í fjóra leikluta. Já. Á meðan Káringar fengu auðveldari færi. En eins og ég segi, kannski eru kraftaverkin sem gerast en við höfum eftir að sjá. Nei, þeir dekka engan. Jú. Og KR eru bikarmeistarar, VÍS-bikarmeistarar 2022. Alexander fagnar þessu skemmtilega þarna miðinni. En svona í hörku leikustinni. Já, og í uppgjörunu þá er þetta bara enn og aftur yndislegur árangur hjá þessum ungu mönnum. Mikið rosalega val ég nálægt í maður. 101.99 sagði ég og við förum í 102.97. Það var grís. Já, þetta var bara frábær leikur. Mér fannst þetta að vera, eins og maður segir, þetta er oft svona inn og út hjá þessum ungu mönnum. Hér erum við með Brynjar Kári með 22 stig, Daniel með 18, Fannar og Ólafur Ingi með 17 hvor. Þetta eru svona helstu skorarar. Síðan vorum við með Karl Ísak með 8, Hilmir með 7, Ísak er með 4, Guðmundur er með 2 og Sófus er með 2. Þetta eru þeir sem skoruðu flest hjá Káringunum. Nei, fyrirgefið Fjölnismönnum. En ég sé nú ekki alveg nákvæmlega á hérna stigatöfluna hjá KR. Við getum nú hent hérna í útsendinguna. Náum við að setja þetta bara hérna upp hjá okkur meðan við erum að bíða eftir að fólk setji pallana upp og svona. Hér sjáum við. Hérna yfir 97.102, þetta er komið hérna. Já. Og skoða þetta einnig fyrir framan okkur. En fyrir Káringarna þá fannst mér þið líka bara að vera með hérna svona einfaldari körfur kannski í lokin. Já, gerðu það og í raun og veru skiluðu bara því sem þurfti. Og í rauninni liggur munurinn í því. En við erum að tala eins og í liði KR, 3 einstaklingar hérna, 31 Almar, Þorvaldur 23, Veigar 23, Fjölnismegin, Brynjar 22, Daniel 18, Fannar 17. Já, og rebounding. Áhugaverða við þetta er líka að til dæmis Hjörtur er í rauninni eini maðurinn. Já, Daniel Spano tekur 1 skot af bekknum en Hjörtur er með 27 mínútur og 13 stig af bekknum og í rauninni eini maðurinn úr KR liðinu sem að koma bekknum með stig. Þetta spilaði Koppi bara á 8 mönnum. Já, nákvæmlega. En hér er að hefjast núna verðlaunaafhendingar og byrjum auðvitað því að þakka dómurunum fyrir leikinn. Þeir fá sín verðlaun Kristinn Óskarsson, Friðrik Árnason og Jakob Árni Ísleifsson. Þetta rann svakalega vel hjá þeim. Já. Og er það ekki draumur í dós þegar dómgæslan setur ekki svip sinn á leikinn? Jú, ég ætla að segja það. Lífum bara. Við erum búin að vera alveg í þessum bransa í nokkur ár. Mér finnst alltaf best þegar maður hefur enga skoðun á dómurunum. Þá held ég að þeir sé sína vinnunni. Og þetta rann alveg gullfallega. Já, og ég meina, mér fannst ekki halla á hvorugt liðið eða neitt, sko.
Hér kemur silfurlið Fjölnis. Þetta stór hópur ungra manna að fá hérna silfurverðlaunin. Auðvitað það sárt að taka við silfurverðlaununum, en það nú áfangan náð samt að eiga svona jafnan leik. Og skipuleggja þetta, þannig að við sjáum nú í andlitinu á strákonum eftir að þetta búið. Steini, þú voru að hafa stjórn á þessu. Já, ég alltaf að stjórnast. Það bara svoleiðis. Ég leiðist það nú ekkert heldur. Aldeilis ekki. Hérna... Já, en þetta var, þú veist, eins og ef við kannski förum aðeins yfir á meðan við að veita hérna Fjölnismönnunum velun að þetta var náttúrulega fyrir svona káringana. Það var Almar auðvitað frábær með 31 stig, 7 fráköst, eina stóðsendingu. Þorri, mér fannst Þorri mjög góður líka með flotta skotendingu. Hann með 23 stig, 9 stóðsendingar, 5 stóðsendingar, 9 fráköst, 3 stolna bolta. Og svo Veigar Áki átti þetta líka flottan leik, sko. Þannig að við sjáum að hérna Fjölnismennirnir ganga niðurlútir eðlilega. Það aldrei gaman að tapa úrslitaleikjum. Menn í þessu til þess að reyna að vinna. Þetta gengur út á það og við sjáum við káringarnir og krakkaskarinn. Nú búið að bætast í þetta. Þetta nú ekki allt símjans koppa. Það getur ekki verið hann í svona marga. Nei, þetta bara gaman þegar ung fólk kemur og verður með. Já. Hérna eru við nú svona að fara að vinda þetta niður. Síðasti leikur dagsins. Við byrjum hér í fyrramáli klukkan 10 á útsendingu. Og við Sævaldur þökkum auðvitað bara fyrir okkur. Já, takk kærlega fyrir, þetta var bara virkilega skemmtilegt. Bara frábær leikur og vonandi meira af því sama alla helgina. Og hérna, ég held nú ég sé með þér í fyrramáli aftur. Já, flott. Þá hérna bara þökkum við tveir kærlega fyrir okkur. Já, bara takk fyrir í dag. Já. Maður leiksins að þessu sinni stal 4 boltum, tók 9 fráköst,